Góðan daginn, ég heiti Aðalbjörn Leifsson og verkefni mitt nýjung í landtengingu uppsjávarskipa. Verkefni mitt var það að ég kynnti mér nýja landtengingu sem notuð á Norðfjarðarhöfn þegar uppsjávarskip landa þar í vinnslu. Kynnti ég mér kerfi landtengingar og hvernig það væri uppbyggt. Þegar skip langt við þessa landtengingu ganga öll skipskerfi á henni og má til dæmis nefna að þessi landtenging notuð til að dæla afla frá borði, kæla aflan, keyra glussadælur og margt fleira. Var stór partur af verkefni mínu að bera saman hvernig notkun landtengingar væri á móti notkun ljósavéla. Af hverju þetta verkefni? Ég valdi mér að gera þetta verkefni því ég hafði áhuga að fjalla eitthvað sem ég vissi ekki mikið fyrir og kynna mér það. Ég vann þetta verkefni með hjálp Síldarvinnslunnar og eru þeir sem eiga þennan búnað og sett hann upp. Ég var settur í samband við útgerðarstjórann þar og kom hann með hugmynd að þessu verkefni sem leist frábærlega á. Það sem ég þótti þetta áhugavert og spennandi viðfangsefni. Vinnsla á verkefni. Þegar ég var búinn að ákveða að þetta verkefni væri fyrir valinu, þá byrjaði ég að lesa fréttir sem voru á vef Síldarvinnslunnar til að kynna mér sem mest landtenginguna. Svo kom að ég fór til Neskaupstaðar og þar hitti ég tæknifræðing sem tók stóran þátt í uppsetningu á landtengingunni og hitti líka yfirverkstjóra Börks NK 122. Þeir tveir sýndu með teikningar allan búnað, sögðu mig frá öllu sem ég þurfti að vita, svöruðu spurningum sem kom upp og margt fleira. Tilgangur með svona landtengingu. Þegar talað hver tilgangur með svona landtengingu þetta að segja sér nokkru hlutir. Hún til dæmis umhverfisvæn og það sem ekki brennt olíu og þeir spara mikið pening með þessu. Það kostaði hins vegar mikið að setja hann upp eða 150 milljónir en þeir spara mikið að þurfa ekki nota olíu þegar þeir landi í vinnslu. Með þessari landtengingu nota þeir innlendan orkugjafa eða sem sagt rafmagn í stað innfluttra olíu og var þessi landtenging sett hann upp og hún virkar á skip með mismunandi rafkerfi. Til dæmis Börkur NK 122 með 440 volt við 60 rið en Beitir NK 123 með 690 við 60 rið. Hérna sjáum við skipin, hérna uppi Vilhelm Þorsteinsson sem samherjaskip, hérna Barði sem hjá Síldarvinnslunni, Beitir hjá Síldarvinnslunni og Börkur hjá Síldarvinnslunni. Kerfi landtengingar. Þetta kerfi 500 kW og gefur frá sér bæði 440 og 690 volta spennu á 50 eða 60 riðum. Þetta gefur landtengingunum möguleika að vera tengd við skip með mismunandi rafkerfi. Landtengingin búna bæði í landi og borð í skipum sem aðeins þessi fjögur hafa sem ég nefndi fyrr. Búnaðurinn. Þetta kerfi inniheldur þannig sé ekki mikið búnað í landi en þetta aðalega fæðing þar sem rafmagni kemur inn á töflu fyrir landtenginguna. Frá henni tíðnibreytir svo spenni sem gefur frá sér 440 og 690 volta spennu. Frá þessu fer þetta í stjórnskap landtengingar þar sem eru tveir aflrófar. Frá honum liggja kaplar að landtengingakrana sem notað til að koma köplunum borð. Kranin tæplega 10 metrar á hæð. Borð eru 3 tenglar sem kaplarnir eru tengdir við, svo aðtafla borð sem notuð þegar landtengin samfussuð við rafkerfi skips. Hérna þetta að sjá tíðnibreytin og hérna spennirinn sem bæði í landi. Hérna þetta að sjá aflrófana 2 og hérna landtengingakranin. Þetta fer hérna meðfram kapastega út í kranan. Og hérna þetta að sjá tenglana 3 og hérna aðaltaflan. Svona talaðu að þetta aðalvesinu með þessa landtengingu hvað kaplan eru þungir þegar þeir eru tengdir við. En þeir eru mjög sverir. Olíusparnaður og orkunotkun. Árið 2022 var orkunotkun landtengingar það bil 590.000 kWh. Þegar ná fram sama afli með ljósavél þyrfti að brenna það bil 180.008 lítra af MDO sem díselolíu fyrir skip. Með þessu spara Síldarvinnslunnar það bil 27 milljónir íslenskar krónur á ári. Þar sem þeir sleppu að keyra ljósavélar og eyða miklu magni af olíu. Hérna þetta að sjá skráningu skipana í tölvukerfi landtengingar og hérna þetta að sjá heildar orkuþörf orkan sem þeir eru búin að nota þegar þetta skjáskot var tekið. Og hérna þetta að sjá mismunandi spennu skipana og mismunandi rið. Skemmtilegu samanburður bensín við MDO.
það bil 188.000 lítrar MDO og 265.000 lítrar bensín gefa sama afl þegar það er brennt. Meðal bensínbíll er yfirleitt keyrður 11.000 km á ári og er meðal eyðsla bensínbílum 8 lítra á 100. Þannig að meðaltal er einn bensínbíll að eyða það bil 880 lítrum af bensíni á ári. Það væri þá hægt að segja að orkunotkun landtengingarinnar yfir eitt svar samsvarar 300 bensínbíla. Umhverfismál. Mörg efni koma með útblæstri ljósavélar og hægt að nefna CO2, CO, NOx sem er NO og NO2, SOx sem er SO2 og SO3. NOx og SOx er oft töluð vera ekki góð þegar kemur að umhverfinu þar sem þau valda skaðlegum áhrifum á gróður, umhverfi og heilsu fólks. Til dæmis áhrif þeirra gróður getur verið að breytast í sýrur og valda svokölluðu súru regni. CO2 veldur miklum gróðurhúsaáhrifum og CO getur verið hættulegt fyrir fólk eða kemst í snertingu mikið magn af því. Samantekt. Í þessu verkefni var ég aðalarinn að læra hvernig þessi landtenging væri gerð, uppbyggð og hvernig hún virkaði. Umhverfismál í kringum hana, olíusparnað, orkunotkun og samanburður á þessari landtengingu og við að keyra ljósavél. Er ég mjög sáttur með þetta verkefni hjá mér og fannst mér ég fjalla vel helstu þætti landtengingar. Sérstaklega þakkir. Vill ég þakka Síldarvinnslunni með hjálpina við þetta verkefni. Vill ég sérstaklega þakka Grétari Erni Sigfinnsinni, rekstrarstjóra Síldarvinnslunnar, Jóhanni Pétri Gíslasinni, yfirverkstjóra á Berki, Ívari Dan Arnarsinni, tæknifræðing hjá Síldarvinnslunni og Leifi Kristján Þormóðssyni, yfirstýrimann á Berki. Voru allir mjög almennilegir meðan ég vann þetta verkefni. Takk fyrir mig.